Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir þér hvað gerist þegar þú deyrð? Munt þú virkilega sjá ástvini þína aftur? Er himnaríki jafnvel raunverulegt og ef það er, hvernig er það eiginlega? Þessar spurningar ásækja hvert og eitt okkar einhvern tímann á lífsleiðinni. Þær halda okkur vakandi á nóttinni. Hvað bíður okkar handan þessa lífs? Það sem bíður þín handan þessa lífs mun fá þig til að fella tár. Ekki af sorg, heldur af lotningu, gleði og von. Þú sérð, himnaríki er ekki bara áfangastaður. Það er uppfylling sérhverra vona, lausn á hverju tári, hverjar sorgastundar sem þú hefur upplifað. Þetta er staður svo fullur af friði, svo fullur af kærleika, að hjarta þitt mun ekki einu sinni trúa því sem það er að upplifa. Þú ert að fara að heyra eitthvað sem mun breyta öllu sem þú hélst að þú vissir lífið, dauðann og fyrirheit eilífðina. Ímyndaðu þér líf án sársauka, án ótta, án tára. Ímyndaðu þér líf þar sem þú ert fullkomlega læknaður, þar sem þér líður fullkomlega heill og elskaður sem aldrei fyrr. Það er ekki draumur, það er loforð. Í dag ætlum við að svara spurningunum sem þú hefur verið að spyrja. Hvernig lítur himnaríki út? Hverjir verða þarna og hvers vegna er svo mikilvægt að velja Guð í þessu lífi? Við skulum hafa eitt á hreinu. Þetta snýst ekki bara það sem gerist eftir að þú deyrð. Himnaríki byrjar á því augnablikki sem þú velur að umfaðma kærleika Guðs og náð og treystu mér, veruleiki þess sem bíður þín er miklu meiri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Svo vertu hjá mér, því svörin sem við erum að fara að afhjúpa munu hræra hjarta þitt, fylla sál þín af von og skilja þig eftir með endurnýjaða tilfinningu friðar og tilgangs. Þú vilt ekki missa af þessu. Það sem bíður þín umfram þetta líf er ekki bara framtíða loforð, það er sannleikur sem breytir lífinu. Að vita að þú ert innilega elskaður, að þú ert þekktur og að þú verður aldrei yfirgefin. Fyrirheit himnaríki, ný jörð og nýjan himinn. Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir þér hvað það raunverulega þýðir að allt sé gert nýtt? Hvað ef ég segði þér, heimurinn sem við þekkjum, sársaukin, sorgin, óréttlætið er aðeins tímabundið, að það er allt að leiða til einhvers miklu meira, eitthvað raunverulegra en jörðin undir fótum þínum. Ímyndaðu þér að vakna einn daginn í heimi þar sem hvert tár sem þú hefur fellt er þurrkað burt, þar sem broddur dauðans, sár missir og slæmar minningar ásækja þig ekki lengur, heldur er gleypt upp í eilífum sigri. Þetta er ekki ævintýri, þetta er fyrirheit Guðs, nýr himinn og ný jörð, heimur þar sem réttlæti ríkir og synd er ekki lengur til. Heimur þar sem skapari alheimsins sjálfur dvelur með fólki sínu. En hvað þýðir þetta í raun og veru fyrir þig og mig í dag? Og hvers vegna er það brýnna nú en nokkru sinni fyrr að skilja og tileinka sér þessa von? Biblían segir okkur í Opinberunarbókinni 21. kafla, vers 1-3: Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásættinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Sjáðu þetta fyrir þér, brúður á brúðkaupsdegi sínum. Hvert smáatriði vandlega undirbúið, geislar af gleði og fegurð. Ímyndaðu þér nú að brúðurinn sé hinn nýja Jerúsalem sem stígur niður á endurnýjaða jörð, ekki aðeins sem borg, heldur sem hið eilífa heimili þar sem Guð sjálfur mun búa með fólki sínu. Geturðu skilið dýpt kærleikans og umhyggjunar í þessu myndmáli? Þetta snýst ekki bara byggingalist. Það er hápunktur áætlunar Guðs að endurheimta allt í hinni upprunalegu fullkomnun Edens. En hvers vegna er þetta loforð svona mikilvægt? Horfðu í kringu þig.
Heimurinn stynur undir þunga syndarinnar. Sérhver fyrirsögn öskrar af átökum, óréttlæti og örvæntingu. Hjörtu slegast af þunga og jafnvel sköpunin sjálf virðist hrópa á frelsun. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríðar allt til þessa, segir í Rómverjabréfinu 8:22. Samt þetta andvarp ekki tilgangslaust. Það eru fæðingarverkir nýrra hluta, eitthvað hrífandi og fallegt sem að fæðast. Leyfðu mér að segja þér sögu. Ímyndaðu þér föður og unga dóttur hans ganga í gegnum dimman þéttan skóg. Stígurinn þröngur, þyrnarnir eru hvassir og hvert skref eins og átök. Barnið hrasar og grætur: Pabbi, hvers vegna fórstu með mig hingað? Það svo dimmt og ég hrædd. Faðurinn krýpur, þurrkar tárin og segir: Treystu mér, barnið mitt. Rétt handan við þennan skóg liggur engi svo geislandi og fallegt að það mun fylla þig hrifningu. En þú verður að halda í höndin á mér og ganga í gegnum myrkri til að ná þangað. Og svo halda þau áfram skref fyrir skref þar til trén skiljast að lokum og barnið sé dýrlegri sjón en hún gæti nokkuð tíman hafa ímyndað sér. Þetta okkar saga. Núna erum við í skóginum. Heimurinn fullur af skugga, raunum og sársauka. En Guð leiðir okkur að túninu, hins nýja himins og nýrrar jarðar, þar sem allt verður nýtt. Hann biður okkur að treysta sér, að hann standi við loforð sín, jafnvel þegar leiðin virðist dimm. Jesaja 65:17 boðar: Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða, og það skal engum í hug koma. Geturðu ímyndað þér heim svo fullan af gleði, svo geislandi af nærveru Guðs, að sorgir þessa lífs hverfa í gleymsku? Þetta ekki bara flótti, þetta vonin sem styrkir sál okkar, og það snýst ekki bara að flýja sársauka, þetta snýst endurreisn. Á hinni endurgerðu jörð munu hinir endurlaustu taka þátt í starfi og gleði sem færðu Adam og Evu hamingju í upphafi. Hamingja Edens verður upplifið á ný, líf í fullkomnum garði. Hugsaðu það, líf í sátt og fullt af tilgangi, þar sem sérhver athöfn tilbeiðsla. Á nýju jörðinni verða engar hindranir á milli Guðs og fólksans. Opinberunarbókin 22:4 segir okkur: Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra. Ímyndaðu þér nándina við að sjá skapara þinn augliti til auglitis. Kærleikur hans svo áþreifanlegur að hann fyllir hvert horn í tilveru þinni. Og borgin þarf ekki lengur sólar við eða tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guðs skín á hana og lampið lampi hennar. Opinberunarbókin 21:23. Þetta ekki þokukend, draugaleg tilvera. Þetta raunverulegt, áþreifalegt og hrífandi fallegt. Og hér hinn djúpstæði sannleikur. Þetta loforð ekki bara fyrir framtíðina, það byrjar núna. Jesús sagði í Jóhannes 14:2-3: Í húsi föður míns eru margar vistaverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég Á meðan hann býr okkur stað, undirbýr hann okkur líka fyrir þennan stað. Svo hvað þýðir þetta fyrir þig í dag? Það þýðir að líf okkar hefur tilgang og von. Skuggar þessa heims eru tímabundnir. Reynslurnar sem þú stendur frammi fyrir eru að móta þig eilífð. Haltu fast við loforðið, því að túnið rétt framundan. Guð ekki að biðja þig að ganga þessa leið einn. Hann hefur gefið okkur anda sinn, orð sitt og son sinn til að leiðbeina okkur hvert skref á leiðinni. Þegar þú íhugar þetta ótrúlega loforð, láttu þessa spurningu sitja í hjarta þínu. Ég tilbúin að stíga inn í ljósina nýju jarðar? Vegna þess að boðið opið og hönd föðurins útrétt tilbúin að leiða þig heim. Hver verður þar? Ímyndaðu þér að heyra nafn þitt kallað úr bók, ekki bara hvaða bók sem
heldur bók sem geymir skrá hverjar endurleistu sálar í gegnum tíðina. Hjartað þitt hrífst þegar þú áttar þig á, þetta er ekki draumur, þetta er augnablikið. Nafn þitt er þarna. Biblían lýsir veruleika sem bíður hinna endurleistu, veruleika sem er svo dýrlegur, svo hrífandi að hann stangast á við ímyndunarafl mannsins. Opinberunarbókin 21:27 segir okkur: og ekki skal inn í það koma neitt sem saurgar, né nokkuð sem fremur viðurstyggð eða lygar, heldur þeir sem ritaðir eru í lífsbók Lambsins. Himinin, hin nýja jörð, er staður undirbúin fyrir þá sem hafa valið Guð fram yfir sjálfan sig, þá sem hafa leyft hjörtum sínum að umbreytast fyrir náð hans. En staldraðu aðeins við, hversu mörg okkar íhuga raunverulega hvað það þýðir að vera hluti af þessu útvalda samfélagi. Í heimi sem er svo tvískiptur af átökum, stjórnmálum og persónlegu metnaði er auðvelt að missa sjónar á endalegri áætlun Guðs. Á hverjum degi erum við umkringt fólki sem leitast við að öðlast velgengni, viðurkenningu og völd. Samt finnst okkur við oft hafa einangrast meira en nokkru sinni fyrr. Fjölskyldur eru brotnar, vinátta er stirð, jafnvel innan kirkjunar getur verið kalt og ópersónulegt. Þráin eftir að tilheyra er allsráðandi, en svörin virðast fátækleg. Fyrirheitið himnaríki býður upp á eitthvað allt annað. Fjölskylda sameinuð, ekki af blóði eða metnaði, heldur af kærleika og náð. Malaki 3:6 minnir okkur á: ég Drottinn hef ekki breytt mér. Loforð hans eru eilíf, þau eru ekki háð glundroða þessa heims, heldur eiga rætur að rekja til óbreytanlegra persónu hans. Þeir sem bregðast við kalli hans, þeir sem hafa nöfn sín skráð í lífsins bók, verða hluti að samfélagi, engu öðru líkt. Leyfðu mér að segja þér sögu. Ungur drengur sem týndist í iðandi ringulreiði borginni hélt fast við ljósmynd af fjölskyldu sinni. Allar götur litu eins út og hvert andlit var ókunnugt, en myndin í hendi hans myndi hann á stað þar sem hann var viðurkendur, þar sem hann var elskaður. Hann vissi ef hann gæti bara fundið leið sína aftur heim, þá var allt í lagi. Og svo, gegnum mannfjöldan, heyrði hann rödd, kunnuleg rödd sem kallar nafn hans. Tár fylltu augu hans þegar hann sneri sig við og sá föður sinn hlaupa á móti sér. Handleggirnir útbreiddir. Á þeirri stundu skipti ekkert annað máli. Hann var heima. Þetta er mynd af himnaríki. Þetta er ekki bara staður, þetta er heimili. Þar kallar Faðir okkar á himnum okkur með nafni og tekur á móti okkur opnum örmum. Opinberunarbókin 22:4 lofar: þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á enni þeirra. Geturðu ímyndað þér að horfa á Guð, auglitis til auglitis, finna hlýju kærleika hans geisla í gegnum þig. Öll þráum við að tilheyra á þennan hátt og það býðst okkur í návist hans. En himnaríki er meira en bara endurfundir við Guð. Það eru endurfundir með þeim sem við höfum elskað og mist. Fyrra Þessalónikubréf 4:16 og 17 fullvissar okkur: því að sjálfur Drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við Drottinn í loftinu, og síðan munum við vera með Drottni alla tíma. Ímyndaðu þér gleðin ef að sjá áskært foreldri, systkini eða vin sem hefur farið á undan þér. Andlit þeirra ljómandi af lífi og gleði, laust við sársauka og sorg þessa heims. Ódauðlegur hugur þeirra mun dvelja með sífelldri ánægju á undur sköpunarkraftsins, leyndardóma endurleysandi kærleika. Samböndin sem okkur þykir vænt hér verður fullkomin þar, laus við öfund, misskilning eða ótta. Sérhvert sár mun læknast, hver brotin sambönd verða endurreist. Himnaríki er ekki bara staður endurfunda, það er staður endurreisnar. En það er ein spurning sem dvelur í hjörtum margra: verða ástvinir mínir þar? Þetta er spurning full af von, ótta og þrá. Biblían gerir það ljóst að himinin er opinn öllum þeim sem þiggja hjálpræðisgjöf Guðs.
Opinberunarbókin 21:7 lofar: Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Boðið er algilt, en valið er mjög persónulegt. Guð þvingar engan í návist hans, hann býður, hann kallar, en á endanum verðum við að bregðast við. Gerðu þér í hugarlund, veislu hlaðin dýrindis veisluföngum, tónlist og gleði. Hvert sæti hefur áritað nafn, frátekið fyrir einhvern sérstakann, en ímyndaðu þér að einhver neiti að koma. Ekki vegna þess að honum var ekki boðið, heldur vegna þess að það er það sem hann hefur kosið sér. Þetta er harmleikur þess að hafna náð Guðs. Veislan er tilbúin, sætin tilbúin, en ekki munu allir þiggja boðið. Boð himnaríkis er beint til þín og þeirra sem þú elskar. Það er ekki of seint að samþykkja það og það er ekki of seint að deila því með öðrum. Valið er þitt og tíminn er núna. Guð kallar nafn þitt alveg eins örugglega og hann hefur kallað nöfn hverrar endurleistrar sálar á undan þér. Ætlarðu að svara? Það er núna sem lífsins bók er rituð, blað fyrir blað, nafn fyrir nafn. Og einn daginn, þegar endurfundirnir miklu eiga sér stað, þegar lúðurinn hljómar og hinnir endurleistu eru safnað saman, er þetta eina spurningin sem mun skipta máli. Valdi ég að vera þar? Láttu daginn í dag vera daginn sem þú segir já, dagurinn sem þú velur eilíðina með Guði og þeim sem þú elskar. Því himnaríki er ekki bara draumur, það er hinn fullkomni veruleiki sem býður allra sem þiggja boðið. Seinni koma Krists. Sjáðu fyrir þér lúðrablástur sem hristir himinin, rödd svo kröftug að hún sker í gegnum múra dauðans. Á augabragði opnast grafir og henni trúuðu rísa upp, andlit þeirra geislandi af ljósi eilífslífs. Himinin klofnar í sundur og birtir okkur konungana sem stígur niður í dýrð. Það er umfram allt sem mannshugurinn getur skilið. Þetta er ekki söguþráður kvikmyndar eða draumur. Þetta er fyrirheitið endurkomu Jesú Krists. En spurningin er hvort þú sér tilbúin þegar hann kemur. Endurkoman er ekki atburður, hulin dulúð og leynd. Það er hápunktur sögunar, hápunktur áætlunar Guðs sem er endurleysa fólk sitt og koma á eilífu ríki hans. Rödd Jesú, sama rödd og kallaði Lasarus úr gröfinni, mun bergmála alheiminn og henni trúuðu munu rísa upp til móts við hann. En þessi atburður mun ekki gerast á löngum tíma. Hann verður skyndilegur, óvæntur og hrífandi. Fyrra Korinthubréf 15:52 lýsir því hvernig þetta gerist. Í einni svipan, á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Umbreytingin verður á augabragði. Dauðlegu líkami verður ódauðlegur, forgengilegt líf klætt óforgengileika. Margir lifa í dag eins og þeir hafi allan tíman í heiminum. Ég mun taka trú mína alvarlega á morgun, segja þeir. En hvað ef morgundagurinn kemur aldrei? Jesús svaraði við í Matteusar guðspjalli 24:44. Verið þér og viðbúnir, því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Endurkoman er ekki bara atburður til að sjá fyrir í framtíðinni. Við þurfum að vænta þessa veruleika hvern einasta dag. Og hvernig mun hann koma? Biblían er ótvíræð. Jesús mun snúa aftur með sama hætti og hann steig upp. Póstulasagan 1:11 segir frá loforði engilsins til lærisveinana: Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Hann mun koma sýnilega, persónulega og dýrlega, ekki sem andleg myndlíking, hulið leyndarmál, heldur sem sigursæll konungur. En samfara þessari dýrlegu von er erfiður sannleikur. Á undan endurkominu mun eiga sér stað tími mikilla þrengingar. Opinberunarbókin 16 lýsir 7 síðustu plágunum sem munu falla yfir jörðina. Plágur sem munu ekki skaða hina trúuðu,
en munu opinbera dóm Guðs gegn synd og uppreisn. Tími erfiðleika sem aldrei var verður brátt að veruleika og við munum hafa þörf fyrir reynslu sem við búum nú ekki yfir og sem margir eru of tregir til að öðlast. Sumir trúa á leynilega upphrifningu, kenningu sem bendir til þess að trúaðir verði hrifnir upp áður en þrengingin hefst, en þessi hugmynd er ekki studd af ritningunni. Jesús bað sjálfur í Jóhannes 17:15: Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Hinum trúuðu verður ekki hlíft við því að verða vitni af þrengingunni, en þeir munu njóta verndar í gegnum hana, rétt eins og Nói var varðveittur í örkinni og Ísraels menn í pláunum í Egyptalandi. Skoðum þessa líkingu. Faðir fer með barnið sitt í ferðalag í gegnum storm. Vindurinn hvessir og regnið streymir niður, en faðirinn heldur barninu nærri sér og hvíslar: Ég er með þér. Við munum komast í gegnum þetta saman. Barnið er ekki fært úr storminum, en í faðmi föðurins missir stormurinn sinn skaðlega mátt. Þetta fyrirheit hefur fólk Guðs í þrengingunni. Ekki flótti heldur guðleg vernd. Og svo þegar síðasta pláan er fallin og tími dómsins er á enda, munu himnarnir opnast og Jesús kemur. Åpenbarunarbókin 22:12 segir: Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Hann kemur ekki aðeins sem dómari, heldur sem lausnari og færir þeim sem hafa verið trúfastir laun eilífslífs. En hvað þýðir það að þrá endurkomu hans, eins og Páll hvetur til í síðara Tímóteusarbréfi 4:8? Það þýðir að lifa hver dag með von og eftirvæntingu að sjá Jesú augliti til auglitis. Það þýðir að samræma líf þitt að vilja hans, láta kærleika hans móta gjörðir þínar og lofurð hans halda trúðinni uppi. Himnaríki er okkur ómetanlegt og ef við töpum himninum, tínum við öllu. Endurkoman er ekki fjarlæg kenning, hún er hjartsláttur vonar okkar, akkeri sálar okkar. Þegar við beinum augum okkar að loforðinu nýja jörð, láttu þennan sannleika hljóma í hjarta þínu. Konungurinn kemur, búðu þig undir að hitta hann og láttu vonina endurkomu hans umbreyta lífi þínu. Hvers vegna er nýja jörðin nauðsynleg? Ímyndaðu þér heim þar sem myrkur hins illa er ekki lengur til staðar, þar sem hvert ör sem syndin hefur valdið hefur horfið og þar sem loftið virðist anda að sér friði. Spurðu sjálfan þig: hvers vegna finnst mér slíkur heimur svo fjarlægur, svo óraunverulegur? Hvers vegna virðist mannkynið vera fast í endalausri hringrás þjáninga og átaka? Svarið liggur í alheims bardaga sem hófst löngu fyrir fyrstu sólarupprás, bardaga milli góðs og ills sem hefur spillt ekki bara mannkyninu heldur allri sköpuninni. Fyrir löngu, áður en grundvöllur jarðar var lagður, dirðist veru sem var fyllt af fegurð og speki að ögra valdi Guðs. Lúsifer, sonur morgunsins, kynntist hásæti skaparans. Jesaja 14:12-14 segir frá uppreisn hans: Hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu: Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hæsta. Þetta er engin venjuleg ögrun. Það er þarna sem syndin er getin, eitur sem síðar gáraðist alheiminn og náði jafnvel í heim okkar sem við köllum jörð. Frá þeirri örlagaríku uppreisn hefur deilan mikla geisað, stríð ekki háð með sverðum eða byssum, heldur í hjörtum og hugum. Horfðu í kringu þig, vísbendingar þessa baráttu eru allstaðar. Í sorg móðurinnar sem hefur mist barnið sitt í ofbeldi, í sundraðri sál sem finnur sig fasta í fíkn, í linnulausum fyrirsögnum stríð, svikum og örvæntingu. Gamla jörðin er ekki bara löskuð, hún er vígvöllur, mörkuð af synd og uppreisn. En hér er vonin. Þetta stríð mun ekki vara að eilífu.
Opinberunarbókin 20 dregur upp bjarta mynd af loka ósigri syndarinnar. Og djöflinum sem leiðir þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins og dauðanum og helju var kastað í eldsdýkið. Þetta er hinn annar dauði. Hinn annar dauði er ekki bara endalok hinna ógullugu, hann er algjörlega útrýming syndarinnar. Sérhver lygi og grimmd, sérhver tár af völdum hins illa mun brenna upp í réttlátum dómi Guðs. Ímyndaðu þér eitt augnablik. Meistari finnur fallegan skúlptúr sem hann skapaði, nú afskræmdan og brotinn. Hann plástrar það ekki eða setur það í dimmt horn til að fela skemmtirnar. Nei, hann bræðir það niður, hreinsar það í eldi og endurgerir það. Endurheimtir upprunlega fegurð þess, laust við sérhvert líti. Þetta er það sem Guð lofar að gjöra við jörðina. Opinberunarbókin 21:1 segir: Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Skaparinn mun ekki aðeins gera við það sem syndin hefur eytt, hann mun gera alla hluti nýja. Deilinu miklu er lokið. Synd og syndarar eru ekki lengur til. Allur alheimurinn er hreinn. Samrændur hjartsláttur sáttar og gleði slæri gegnum hinna víðáttumiklu sköpun. Nýja jörðin er ekki bara nauðsynleg, hún er óumflýjanleg. Til þess að friðar og réttlætisríki Guðs geti blómstrað þarf algjörlega að uppræta syndina. Ör þessara jarðar geta ekki varað áfram. Leyfðu mér að deila sögu til að draga þetta nær okkur. Ímyndaðu þér föður sem byggir heimili fyrir fjölskyldu sína. Hann úthellir hjarta sínu í hvert smáatriði og tryggir að það sé fullkomið. En einn daginn eyðilegst húsið í eldi. Faðirinn örvæntir ekki, heldur endurreisir hann og gerir það að þessu sinni enn betra en áður. Þegar fjölskylda hans kemur aftur, finna þau ekki bara hús, heldur griðarstað. Stað þar sem þau geta lifað, elskað og dafnað án ótta. Þetta er það sem Guð er að gera fyrir okkur. Nýja jörðin verður okkar helgistaður, staður þar sem hverri sorg er skipt út fyrir gleði, hvert sár fyrir lækningu, og á þessari nýju jörð verður ekki lengur aðskilnaður frá Guði. Opinberunarbókin 21:3 lofar: Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu verða fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Geturðu ímyndað þér að ganga hlið við hlið við skapara þinn, sjá andlit hans og heyra rödd hans? Hindranir, syndar og skömm verða horfin að eilífu. Samt krefst þessi framtíð að við veljum. Deilan mikla er ekki bara alheimsbarátta, hún er persónuleg. Á hverjum degi ákveðum við hvorum megin við erum. Ætlum við að halda okkur við niðurbrot þessa heims eða munum við faðma vonina nýja jörð? Boðið er skýrt. Kjósið þá í dag hverjum þeir viljið þjóna. Jósúabók 24:15. Áætlun Guðs er skýr, en þáttaka okkar í henni er háð því að við séum fús til að gefast upp fyrir honum. Þegar við horfum til þessarar dýrlegu framtíðar með eftirvæntingu, skulum við lifa með djúpa von í hjarta. Nýja jörðin er ekki bara áfangastaður, hún er köllun, áminning að Guð er að gera alla hluti nýja og byrjar á okkur. Þetta er nýja jörðin, þar sem hinir endurlaustu munu lifa í fullkomnu samræmi, ekki aðeins við Guð, heldur hver við annan og við sköpunina sjálfa. Jesaja 11:6-9 dregur upp stórkostlega mynd af þessum veruleika. Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýrið liggja hjá kýlingnum. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Ímyndaðu þér heim þar sem náttúran er ekki lengur reiðubúin að læsa tönnum og klóm í bráð sína, þar sem sérhver skepna endurspeglar frið skaparans. Þetta er Eden sem við glötuðum, endurreist í enn meiri dýrð. Á þessari nýju jörð verður engin aðskilaður frá ástvinum. Hugsaðu það. Hvert faðmlag, hvert bros, hver samverustund mun vara að eilífu.
fyrir þá sem hafa syrt fráfall ástvinar. Nýja jörðin lofar endurfundi. Biblían fullvissar okkur að við munum þekkja og vera þekkt, ekki sem hverfular minningar, heldur sem eilífir félagar í Guðsríki. Og hvað samband okkar við Guð? Opinberunarbókin 22:3-4 segir: Þjónar hans munu honum þjóna, þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Í fyrsta skipti munum við sjá Guð augliti til auglitis. Engar hindranir lengur, engar efasemdir, bara hinn óendanlega gleði að vera í návist hans. Ímyndaðu þér að heyra rödd hans, ganga við hlið hans og læra af honum eilífð. En lífið á nýju jörðinni snýst ekki bara endurfundi og frið, það snýst tilgang. Við munum hafa þroskandi samskipti og starf sem veitir gleði og lífsfyllingu. Við munum skapa, kanna og uppgötva án takmarkana. Sérhver athöfn verður tilbeiðslu athöfn og hvert augnablik mun fyllast tilgangi. Nú skulum við tala brú sem tengir okkur við þetta eilífa heimili. Nýja jörðin ekki sjálfvirk arfleið, hún verðlaunin fyrir ákvörðun sem tekin í þessu lífi. Jesús sagði í Jóhannes 14:6: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að velja Krist snýst ekki bara að forðast helvíti, það snýst að umfaðma lífið, að lifa til fulls, bæði núna og eilífð. Ákvörðunin að fylgja Kristi mikilvægasta ákvörðun sem þú munt nokkru sinni taka. Þetta snýst ekki að vera fullkomin, það snýst að gefast upp. Efesusbréfið 2:8-9 minnir okkur á: Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Náð Guðs nægir okkur. Allt sem hann biður að þú bregðist við kærleika hans og treystir á áætlun hans. Leyfðu mér að deila með þér sögu. Eitt sinn bað barn föður sinn að lýsa himnaríki. Faðirinn hugsaði sig augnablik og sagði: Ímyndaðu þér að þú sért með brotið leikfang sem þú hefur elskað, en getur ekki lengur leikið þér með. Svo kemur einhver og réttir þér sama leikfangið en glænýtt, engar rispur eða sprungur, alveg eins og það átti að vera. Það það sem Guð að gera með þennan heim. Hann tekur allt sem bilað og gerir það nýtt. Og nú spyr ég þig, hvað heldur aftur að þér? Hvað kemur í veg fyrir að þú stígur inn í vonina nýja jörð? Það efi, ótti, þungi vegna fyrri mistaka? Hvað sem það þá veistu þetta: boð Guðs opið. Nýja jörðin ekki bara áfangastaður, hún loforð hvað líf þitt getur orðið þegar þú gefst honum að fullu. Að lokum hugleitu þessa spurningu: hvað myndi það þýða fyrir þig að lifa í dag með full vissu að nýja jörðin væri framtíð þín? Vegna þess að það þannig. Vonin eilífð snýst ekki bara einhver dag, hún snýst núið. Þetta snýst að láta raunveruleikann kærleika Guðs móta hverja ákvörðun, hvert samband og hverja stund. Hvetjum hvert annað á ferð okkar í átt að eilífu heimili okkar. Himnesku Faðir, þakka þig fyrir fyrirheitið nýja jörð, þar sem allir hlutir verða nýjir. Þakka þér fyrir vonina sem þú hefur gefið okkur í Jesú. Hjálpað okkur að lifa með augun okkar föst á eilífðina og með hjörtu sem hafa gefist þér að fullu. Í Jesú nafni. Amen.